Að fá þessi 5 mörk í leik þar sem að liðið hefur stærstan hluta bara alla stjórn á leiknum, það hlýtur að vera hundfúlt. Já, bara smá orðleysi sko. Mér finnst að vera bæði í fyrri hálfleiknum þegar við fáum þessi 2 mörk á okkur, ok, við fáum fyrra markið á okkur hérna, allt í lagi, síðan kemur þetta á 2 mínútna kafla, þannig að lendum 3-1 undir fyrir lok fyrri hálfleiks, einhvern veginn svona gegngangi leiksins algjörlega og koma okkur sér aftur inn í leikinn í 3-3 og bara fyrst við verðum full kontról á leiknum. Þá hvernig gerist það sama og í lok fyrri hálfleiks, einhvern veginn switchum af og þeir fá 2 skot fyrir utan teig hérna og leikur enda 5-3. Ég held að þeir eiga 5 skot á marki og 6 skot á marki? 5 í netinu, þú veist, þetta er með ótrúlega fótboltaleikir sem ég hef spilað en þú veist, þetta er þetta bara á þessu leveli að þú veist, við getum alltaf kent okkur sjálfum, við getum ekki verið að gera einstaklingsmissing mörgum að þessum mörgum og erum ekki staðsett á réttu stöðu þar sem boltinn bánsar og annað, þannig að þegar við erum með þessa yfirbyrði sem við vorum í þetta þá er mjög erfitt að vinna fótboltaleikið þegar þú fær 5 mörk á þig og við varnarmennirnir og þegar við þurfum bara að taka stóra ábyrgð á þessu að þetta var ekki nógu gott og sérstaklega þegar við erum búin að leggja þetta búðir að leikina og koma okkur í 3-3 átt okkar á stöðunni líka í riðlinum að þú veist vantaði reynslu þar bara, menn mútu sína þetta bara sjá þetta leik út, bara 3-3 er bara fín úrslit. Já, það er þú veist oft þarf þetta að hugsa þegar þú getur ekki unnið leikinn þá máttu ekki tapa honum og sérstaklega í þessari stöðu við erum að spila við Úkraínu á heimavelli þar sem við erum að keppa þá líklega annarsæti eða þú veist ef að leikurinn endar jafntefli þá erum við ennþá fyrir ofan í riðlinum. En momentum í leiknum algjörlega þannig að þér finnst að við séum að fara að skora næsta mark og auðvitað það getur þú sett á reynsluleysi eða eitthvað en þú veist það voru svona, hvað maður að segja, key moments í leiknum þar sem okkur vantaði meiri einbeitingu, meiri svona lesa leikinn á ákveðnum tímabótum og til þess að lenda kannski ekki vandræðanum sem við lendum í þannig að auðvitað er þetta lið að taka skref hægt og rólega og þú veist, við sýnum það á köflum hvað við getum gert, sérstaklega sóknarlega en þú veist, það skiptir engu máli þegar það er 5 mörk á heimavelli og það er náttúrulega bara ekki boðlegt. Minna í stöðunni, þeir komast í 2-1 náttúrulega, eru einstaklingsmistur sem verða þar en þá fannst mér svona liðið bara að fara í svona göng-hó bara, þeir fá held ég 2 eða 3 sénsa áður en þeir skora 3. marki bara að brjóta okkur og fyrir einhvern veginn allir fram. Já, þetta var svona, þú veist, mér fannst svona momentin í leiknum þegar við vorum komnir nálægt okkar vítateig, kannski ósvipaði leiknum móti Frökkum þar sem við erum í lóblokkinni í stærstu hluta leik og líður vel þar. Í dag var einhvern veginn, fannst mér, þegar þeir eru að koma í fyrirgefastöður, þegar það eru second balls, bounce around, þá er einhvern veginn alltaf hættar þegar þeir eru að koma nálægt tegnum okkar sem á ekki að vera. Þú veist að í ákveðnum mómenti í leiknum eru þeir bara búin að pússa okkur tilbaka, við þurfum þá bara að geta lifað aðeins í lóblokkinni, suffera aðeins, ná okkur úr því. En í hver skipti sem við lendum þessu mómenti í leiknum þá erum við eiginlega bara að pikka boltan á netinu sko. Þannig að þú veist, það er náttúrulega ekki í lagi og við þurfum að geta sérstaklega móti liðum eins og Úkraínu og þú veist, bara þá Frakklandi að þú veist, við erum lið með góða einstaklinga og þá getur ekki verið að gefa þeim þessu móment sem þeir fengu í dag þannig að þú veist, ég held að séu með XG upp á 0,6 þannig að þú veist, það skora 5 mörk og þetta er það ótrúlega tölur en þú veist, mörg af þessu skotu náttúrulega utan að teig bara og þú veist, góð skot og allt það en þú veist, þetta var einhvern veginn í hver skipti sem að þeir koma alltaf nálægt tegnum, þá er bara hætta og við eiginlega þurfum bara að taka við hver skipti. Hvað sögum mann inn í klefa eftir leik? Orlösi bara? Já, það er náttúrulega bara mikið svekkjelsi skilur, þú veist, frammistaðan hjá liðinu, allir leggja sitt að mörgum og það er engin að, þú veist, frammistaðan heilt yfir efforti sem að menn leggja í en þú veist, þetta er það súrt þegar þú tapa 5-3 úr svona leik þegar yfirbörðinir eru eins og þeir voru. Þannig að, en þú veist, það er bara svo mikilvægt á þessu level að við verðum að læra þessu til þess að geta þroskast og það munum koma moment í leikinn þar sem við þurfum að geta söffverða í lóblokkinni, þess að við þurfum að geta tekist á við smá vind sem blæs á okkur og að því að við sýnum það, þú veist, þegar við komum síðan harra á völlinu, erum við kontra á leiknum, getum við skora mörk og við erum hættulegir, við getum skora fleiri en 3 mörk í dag, en það er mjög erfitt eins og ég segi, þegar gefið 5 mörk, þá er mjög erfitt að vinna fótboltaleik. Men fannst þið varnarlausir þú og Daniel pínu á köflum sérstaklega þegar boltinn er að koma, þeir eru að kötta hann tilbaka, eitt mark í fyrri hálfleik og svo 2 í seinni og vantaði hreinlega 6 til að pikka upp þetta svæði. Auðvitað er þetta, þú veist, oft transition on transition þar sem við missum og þú veist, okkar karakteristiks að leikmönnum er líka kannski meira sóknarlega, þannig að þú veist, oft erum við kannski, hvað á ég að segja, þú veist, tökum við óþarfa sénsa á ákveðnum momentum í leiknum. Það er eitthvað sem við þurfum að læra því við þurfum að geta reakta ef við töfum boltanum að það verði ekki stórhætta okkur, þannig að við séum í einhvers konar rest defense shape og getum tekist á við það því að þú veist, það var clear leikplan hjá þeim að þeir ætluðu bara að reyna að stela og það gekk
bara 100% upp á þeim og þú veist, en það þú veist, þetta var of auðvelt í hver skipti sem að þeir komast nálægt tegnum að það sé mark þannig og sérstaklega líka í enda leiksins þegar það 3-3 eins og ég sagði áðan að geta þá bara söfferað út og tekið þá stigið úr því sem var komið af því að það hefði þá verið ágætt úrslit með að leit út í hálfleik.